Jæja, það er sigur í dag. Hver eru svona fyrstu viðbrögð? Ég er bara rosalega ánægður með að vinna. Já, hvernig svona, byrjuðu svona svolítið hægt svona, hvernig fannst það leikurinn í heilsinni? Við byrjuðum mjög illa og Þróttur byrjaði bara miklu betur en við. Þær voru í rauninni bara algjörlega með okkur í allavega 10 mínútur og það sem ég er ánægður með er að hvernig liðið mitt og okkar vann sig inn í leikinn og náði svona tökum á þessu og það er það sem við erum alltaf að stefna, það er að ná svona leikstjórn inn á vellinum, að stelpurnar leysi vandamál sem kom upp og eitthvað nýtt að þær séu að leysa þetta sjálfar. Það þurfi ekki að koma allt frá hliðarlínu og ég var mjög ánægður með það hvernig þær gerðu það í þessi leik og svo bara er barátta, hugur og vilji, gríðarlegt hjarta. Það er það sem er að skila þessum sigri, þannig að ég er mjög ánægður eftir smá brasa á okkur í byrjun. Já, svona upp á stúkunni þá stemdi ekkert endilega í mark í þessum fyrri hálfleik en það kom hana í lokinn og það lítur að vera mjög sterkt. Já, hún bara, þær spila ákveðinn hátt og bjóða upp á þessa hluti og við höfum leikmenn sem góðir að nýta sér þetta og stelpurnar okkar við það vinnu og við nýttum okkur þetta en við finnst þetta bara alveg hrikalega öflugt lið sem við vorum að spila við, bara feikilega vel spilandi, mjög vel skipulagt og mér finnst þetta sterkur sigur hjá okkur þó að við séum hér á heimavelli að þá bara er þetta mjög öflugur sigur á mínu lið. Já, 2 mörk frá Söndru, 7 mörk í 3 leikjum, þetta er ótrúlega tölfræði. Já, það er ákveðin stöðuleiki í markaskorun hjá Söndru, það er alveg rétt og gott að þetta haldi svona áfram, ég það ekki en ég var bara að segja það við á sportinu að sko það er gott að þetta sé hún, því að hún hefur breytt bak til þess að standast pressu að koma inn í 4. leik Íslandsmótsins hafandi skorað 7 mörk nú þegar. Hún setur alla sína pressu á sig sjálf og hún finnur ekkert mikið fyrir þessu þannig. Hún sér sína pressu og þetta er galin tölfræði, ég veit það. En svona framhaldið, tilfinningin fyrir næsta leik? Já, nú er bara alveg vika á milli, það var stutt núna á milli, þannig að nú þurfum menn bara að ná sér og við tökum æfingu á morgun og finnum út úr þessu og hvað við þurfum að skoða varðandi næstu aðstæðingar. Mér sýnist nú svona að þær komi ansi særðar til leiks með að við úrslit þeirra í dag. Þannig að við þurfum að undirbúa okkur vel og ég veit að John, vinur minn, hann á eftir að kokka upp einhverja baneitra naglasúpu fyrir okkur áður en við komum í heimsókn í Víkina, þannig að við þurfum að vera á tánum, það er alveg. Okay, takk fyrir.